í Borgum í Grafarvogi sem ekki hefðbundin fundarstaður, en við þökkum fyrir gestrisnina hér. Við göngum til fyrsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samstarf Reykjavíkurborgar við frjáls félagasamtök í umhverfismálum og fyrstu tekur til máls borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Forseti, góðir borgarfulltrúar, góðir gestir, gaman að vera hér í Grafarvogi í þessu fallega húsi Borgum sem var svo einstaklega ánægjulegt að vera viðstaddur vígsluna á. Hér fer fram mikið og gott starf, heyri ég, og hef fengið tækifæri til að kynna mér örlítið. Ég tala hér undir fyrsta lið fyrir tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samstarf Reykjavíkurborgar við frjáls félagasamtök í umhverfismálum. Og þessi tillaga, ég ætla kannski ekki að hafa mjög langt mál þessa tillögu, en hún kemur til vegna þess að við teljum mjög brýnt að virkja sem flesta í því að efla hreinsunarstarf í borginni. Það og þetta var lítillega rætt hér í borgarráði, hér einmitt í Borgum síðast, og við ákváðum í framhaldi af því að í rauninni leggja fram að nýju svipaða tillögu. Því að þær voru samþykktar frá okkur, var samþykkt álíka tillaga frá okkur í Íþrótta- og tómstundaráði og skóla- og frístundaráði fyrir nokkrum árum, en við vitum ekki til þess að hafi neitt verið meira gert með þær síðan. Tillagan svona með leyfi forseta: borgarstjórn samþykkir að komið verði á auknu samstarfi milli Reykjavíkurborgar og frjálsra félagasamtaka í því skyni að efla hreinsunarstarf í borginni og draga úr óþrifnaði. Skoðaðar verði leiðir til að semja við íþrótta- og æskulýðsfélög eða einstakar deildir eða flokka innan þessara félaga hreinsun á opnum svæðum gegn greiðslu. Eins og ég sagði, þá var sambærileg tillaga samþykkt fyrir 4 árum síðan, en ekkert meira verið gert með hana eftir því sem við best vitum. En ég held við hljótum öll að vera sammála það að það þarf að efla hreinsunarstarf og við þurfum að finna fleiri leiðir til að gera það með ódýrari hætti, virkja fleiri og nýta fjármagni betur. Vegna þess að þegar talað þörf á því að hreinsa borgina meira og betur, og þá svarið alltaf, já, það ekki til fjármagn fyrir, það þarf að forgangsraða fjármunum. Því við sammála borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, og þess vegna segjum við að góð leið til þess að nýta betur fjármagn og ná meiri árangri í hreinsun að blanda saman sjálfboðastarfi og fjáröflun, og þess vegna tölum við í tillögunni gegn greiðslu. Og þetta getur verið upplögð leið fyrir félagasamtök, við tölum hér íþrótta- og æskulýðsfélög, en við vitum að það eru fleiri félagasamtök sem hugsanlega getur komið til greina. Það auðvitað töluvert tiltektar daga eins og við þekkjum við í borginni og átak hjá félagasamtökum. Við erum svo ótrúlega heppin að búa í þannig borg að fólki ekki sama. Og Korpúlar hér í Grafarvogi einmitt gott dæmi félagsstarf sem beinist í fjölmargar áttir, og það að huga að umhverfinu og bæta það eitt af þessum forgangsmálum hjá Korpúlunum hér í Grafarvogi. En það má einfaldlega gera enn betur af hálfu borgarna til að virkja þessa krafta, og þess vegna leggjum við fram þessa tillögu. Betri þrif líka heilbrigðismál. Svifryk til vandræða í borginni og það kemur í veg fyrir að fólk geti jafnvel verið úti, sé það með undirliggjandi sjúkdóma. Þannig að það svo merkilegt að þegar maður talar þessi mál, og við höfum gert það reglulega borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hér í borgarstjórn, að þá stundum og ansi oft viðbrögð meirihlutans einhverjir að því mér finnst útúrsnúningar, að við höfum bara áhuga á heiskap þegar við tölum að þurfa að slá oftar, eða þetta sé nú verra einhvers staðar annars staðar, sem ég reyndi að leyfa mér að efast vegna þess að svifryk kemur til ef að það ekki þrifið nógu vel og reglulega. Og þetta sjáum við víða. Það hefur til dæmis verið tölur umræða í mínum hópi framkvæmdasvæðin í borginni, þar sem við sjáum
að stóri bílar fara inn og út af framkvæmdasvæðum, bera með sér mikinn jarðveg sem algjört hráefni í Svifryk. Og það má sjá slóðirnar eftir á, til dæmis vegna framkvæmda við Hlíðarendasvæðið og reyndar víðar. Svo koma næstu bílar og hjálpa til við að þyrla þessu öllu upp, sem bætist við allt hitt og allt í einu komið ástand þar sem að hluti borgarbúa kemst ekki úr húsi. En það nefnilega í stefnu okkar sjálfstæðismanna í borginni að þá segir með leyfi forseta: við ætlum að gera hreinsun borgarinnar forgangsmáli á ný. Við ætlum að slá grasið, við ætlum að ná í gömul jólatré, við ætlum að bæta snjómóstur og við ætlum að fegra Reykjavík, tilvitnun lýkur. Og það svona í anda þess, bæði að nýta fjármagn betur og að gera betur í því að virkja að nýju gamla slagur okkar sjálfstæðismanna hreina borg og fögutorg, sem við leggjum fram þessa tillögu. Mér langar svona í lokin hérna í máli mínu með tillögunni að nefna það að það verður áhugavert að fylgjast með verkefni sem að Ólafur K.R. Guðmundsson, varaformaður FÍB og varafulltrúi Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði síðustu 2 árin lagði fram hugmynd að. Og þetta verkefni byrjað, það hófst miðjan mars með allsherjar þrifum á Miklubraut og aðliggjandi götum og Sæbrautar hluta. Þá svona reyna átt að sjá því hvað áhrif þetta hefur á mælana sem mæla Svifryk. Og þetta í samvinnu hreinsitækni, Arion banka, Vegagerðar, Reykjavíkurborgar og FÍB. Og ég hlakka til að sjá hvaða áhrif þetta hefur á svifryksmengun í borginni og hugsanlega þá leið áhrif á það hvernig við ræðum þetta og hvernig við nálgumst þessi mál. En forseti, ég hef lokið máli mínu þessa tillögu undir fyrsta lið. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fagna þessari ágætu tillögu og í alveg sammála flestu því sem að þar kemur fram og ég verð sjálfur var við það á daglegum ferðum mínum borgina að hreinsun áfátt og það allt of mikið rusl sem að fíkur borgina. Og bara til að nefna eitt stað þar sem að ég legg oft leið mína, það fram hjá tækniskólanum, þessum flotta tækniskóla upp á Skólavörðuholti, að þar sem sagt verður til óheimi mikið af litlu svona plastdrasli, drykkjarbikurum, sígarettubréfum og svo framvegis. Og sem festist síðan í runnum og beðum og þetta fallega umhverfi þarna verður fyrir vikið ansi ókræsilegt þangað til síðan að unglingarnir okkar í unglingavinninu kom og hreinsa þetta því að það nú alltaf gert á endanum. En ég tel það að til dæmis í þessu tilviki að þá ættu stjórnendur skólana að setja nemendum sínum og kennurum strangar reglur umgengni á skólalóð og eins að standa sjálfur fyrir vorhreinsun á sínum lóðum. Því að það svona grundvallaratriði í umhverfis stefnu dagsins í dag, það heitir sá geldur sem að veldur og það þýðir í rauninni að þeir sem að valda mengun að þeir bera ábyrgð á henni og rusl þetta eins konar mengun. Og það þetta þannig að borgarstjórnin og borgarstjórin, alveg sama hversu öflug borgarstjórnin og borgarstjórin eru, munu aldrei ná að sjá að hreinsa þetta allt saman. Þetta getur ekki gerst nema borgararnir sjálfir tekið þátt í því. Og ég átti einmitt ágæti spjall hérna við nokkra eldri borgara hérna í kaffistofuna áðan sem að sögðu mér það að þeir fara hér í nágrunnu og tína fulla plastpoka af rusli. Það þá frábært dæmi ábyrga borgara sem að láta sig umhverfið sitt varða. Hugmyndin, já kannski aðeins til þess að koma inn á þessa svifryksmengun sem að borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson minntist á að þá það auðvitað stórt mál, það stórt heilsufarsmál og það mengun sem að
bitnar engum og helst í íbúðum við bústaði og Háaleiti og í Hlíðahverfi sem hafa sent frá sér margháttaðar og margoft áminningar og reyndar skýrslu svifryksmengun þar. Það munu vera milli 50 og 60% þeirrar mengunar kemur út af bílaumferð og versti hluti svifryksmengunarinnar eru agnir sem að nagladekkin spæna upp í götunum. Það munu vera hættulegustu agnirnar sem að fara ofan í lungu manna og það sérstaklega slæmt fyrir börn og unglinga að fá slíkar agnir ofan í sín viðkvæmu lungu sem að stækka. Og þess vegna þetta alveg rétt, það mjög nauðsynlegt að hreinsa göturnar, það heilmikið kerfi í gangi hér í borginni, hvernig göturnar eru hreinsaðar. En önnur leið og mikilvæg leið til þess að minnka þessa svifryksmengun í fyrsta lagi að minnka hraða á bifreiðunum af því að meiri hraði veldur meiri svifryksmengun og svo held ég að borgin verði að herða sig í upplýsingagjöf það hversu nagladekk valda miklum skaða heilsu fólks. Það hefur náð heilmikill árangur við getum kallað það í jákvæðum áróðri. Fyrir 20 árum held ég, eða 15 árum að þá voru 60-65% bíla á veturnar á nagladekkjum. Nú það 30% en það hefur verið í þessum 30% mjög lengi. Og ég held að okkur beri skylda til þess að reyna að ná þessu meira niður. Ég minnist nú þetta úr því að borgarfulltrúinn kom inn á þennan mikilvæga þátt. En aðalatriði þetta í mínu máli að þetta ágæt tillaga, hún felur reyndar í sér að þessi hreinsun muni eiga sér stað félagasamtakanna gegn greiðslu og ég held að þurfa að skoða það þá nákvæmlega ef að fallist yrði á það með hvaða hætti og þess vegna held ég að það sé rétt og það tillaga mín að þessu sé þá vísa til borgarráðs þó þetta hefði upphaflega verið rætt í borgarráði að þá kom þetta ekki fram, hef ég skilið það rétt sem tillaga þar, heldur kemur þetta til umræðu hér og kemur fram sem sagt konkrét og ákveðin tillaga og ég held að sé eðlilegt að borgarráð taki þá fyrstu umferð í því hvernig væri hægt að standa að þessu, greina sem sagt kostnaðarauka sem af þessu stafar og ég vissum að borgarráð mun gera það með jákvæðum huga af því að þetta mikilvægt verkefni. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og þá Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti borgarstjórnar, ágæta borgarstjórn og ágætu gestir, gaman að vera hérna með ykkur í dag. Mér líst ljómandi vel á þessa tillögu sem að Halldór Halldórsson borgarfulltrúi kom hér inn á, varðandi samstarfi frjáls félagasamtök, varðandi umhverfismálin. Það eru mjög víða rusl út alla borg, sem kemur mjög berlega í ljós núna eftir að snjóa fyrir að leysa. Og það svo margt sem þyrfti að þrífa og gera betur hérna í umhverfinu hjá okkur. En það væri gaman að vita þá líka hversu umfangsmikil þrif þetta væru sem að Halldór Halldórsson borgarfulltrúi kom hér inn á áðan. Og svo líka spurningin hverjir sjáum þessi þrif í dag. Eru það bæjarstarfsmenn sem myndu þá hugsanlega missa vinnuna í dag, sem þeir hafa í dag. Síðan ég líka að spá í unglingavinnuna og vinnuskólan. Þar hafa verkefnin dregist saman á síðustu árum. Færri unglingar sem að fá starfi hæfa á sumrin. Væri hægt að virkja þau líka betur. Og síðan eru alls konar verkefni á vegum borgarinnar. Fólk sem að sækjast eftir því að komast aftur út í atvinnulífið eftir veikindi ýmiss konar og atvinnumissi. Það líka mikill fjársjóður í því fólki
og spurning hvernig við gætum nýtt þessa starfskrafta sem að virkilega vantar meiri vinnu. Íþróttafélögin vantar að fá meiri peninga fyrir sína starfsemi, þannig að þetta mjög þarft að geta greitt þeim líka. Þannig að þetta svona margt í þessu sem væri hægt að skoða kannski í samhengi. Þetta nú bara aðeins komið inn á það. Takk fyrir. Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá Björn Blöndal, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar og aðrir gestir. Það betri mæting á árandabekki núna en oft á borgarstjórnarfundum og má nú líklega þakka það þessari skemmtilegu staðsetningu sem að fundurinn haldinn á. Gaman að vera hér í borgum í þessari þjónustumiðstöð og menningarmiðstöð sem að hérna var opnuð fyrir 2 árum með það ekki. Afskaplega fallegt og skemmtilegt hús hérna og blómleg starfsemi greinlega. Aðeins varðandi þessa tillögu sem hér komin fram að hún auðvitað mjög góð að því leytinu til að þarna verið að leita leiða til að virkja fólk til að hreinsa sitt nærumhverfi og jafnframt að væntanlega vekja fólk til umhugsunar umgengni. Því að það náttúrulega fyrsta, það auðvitað rótin að þessu blessaða rusli. Það að umgengni ekki nógu góð. Og mér verður nú minnist að þetta nú auðvitað árleg umræða að þegar að snjóa leysir og allur sandurinn og ruslið kemur í ljós að þá auðvitað farið á stað og fólki finnst borgin vera skítug sem hún á þessum tíma. Og margir hérna vilja að það sé farið í aukna hreinsun. Það auðvitað líka svolítið mikilvægt að við áttum okkur á því að veður á Íslandi nú oft nokkuð breytilegt og það var nú hérna ekki fyrir löngu. Það var alls ekki 3 vikur síðan að reiðhjólamenn kvörtuðu mikið yfir að ekki væri búið að sópa stíga almennilega. Og svo nóttina eftir þá féll snjór 15 cm held ég. Það þurfti að moka allt og sanda aftur. Þannig að þeim peningum hefði náttúrulega ekki verið sérstaklega vel varið sem hefði farið í þá sópun. Þannig að stundum nú ágætt svona aðeins að anda með nefinu. En það var, mér alltaf minnist þetta atvik, það var nú ekkert löngu eftir að ég kom að þessum borgarmálum, 2011-12 kannski. Þá var ég að labba við Ingólfstorg og þá sá ég ungan mann henda tómum sígarettupakka út úr bílnum. Og ég gekk til hans og sagði, fyrirgefðu, mistir ekki eitthvað? Og sagði, nei, ég misti ekki neitt. En þessi sígarettupakki, mistir hann ekki? Nei, ég hendi honum bara. Af hverju hendur honum á götuna? Og skapa atvinnu. Ok, sérstætt viðhorf. En því miður þetta ekki eini maðurinn sem að hugsa svona. Og þá vaknar spurningin, sko, gott að tengja umgengni og umhirðu og góða umgengni við greiðslur? Það tengingin að það þurfa alltaf að vera fjárhagslegu hvati á bak við umgengni og umhirðu? Og ég set þessuna ákveðið spurningamerki við það í þessari tillögu sjálfstæðismanna að það sé hvatinn að því að félagasamtök, í þessu tilfelli íþróttafélög, fari út og sýni af sér borgarlega ábyrgð að fyrir það komi greiðsla. Mér finnst það hérna ekki alveg sjálfgefið að það sé skynsamlegt. En það var hér fyrir svona 2-3 árum, þá hófst, jafnvel aðeins lengra, þá var hér í gangi átak, grasrótarstarf, mjög skemmtilegt, sem var undir formerkjum Græns apríl, þar sem að borgarar voru hvattir til að fara út og tína rusl og hreinsa í sínu nærumhverfi. Og þetta heppnaðist gríðarlega vel.
mikill fjöldi fólks sem að fór þarna út yfir eina helgi, týndi rusl í sínu nærumhverfi og þetta var bara mjög skemmtilegu viðburður. Fólk var að taka myndir af sér og birta á samfélagsmiðlum og öðru slíku og það skapaði svona stemming og það sá verulegan mun í hverju borgarinnar, mjög víða. Og borgarstarfsmenn tóku virkan þátt í þessu, skólar tóku virkan þátt í þessu og svo framvegis. Og ég held að þessi aðferð sé í raun og veru mun líklegri til árangusvarðandi bætta umgengni og umhirðu. Ef að við svo erum að finna leiðir til að koma peningum til íþróttafélaga, þá getur vel verið að það sé ágætt í sjálfu sér að borga þeim fyrir hreinsun, en það má líka gera það á annan hátt. Þannig að ég hvet okkur nú til að hugsa þetta meira á svona forsendum borgaralegar ábyrgðar, samfélagslegar ábyrgðar og svona grasrótarstarfs. En tillögun, ég tek undir það, ég held að skynsamlegt að vísa tillögunni til endanlegrar ákvörðunar í borgarráði og þar getum við hugsanlega sameinast ef að fólk vill gera einhverja smávægilega breytingar á útfærslu öðru og þá getum við fundið út því þar. Takk fyrir. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúar eru beðnir að slökkva á internettengingu í símónum sínum. Hér gengur internettengingin eitthvað hægt. Borgarfulltrúar eru beðnir að vera á 3G í símónum sínum en mega vera nettengdir í tölvum, ekki satt? Þá höldum við áfram og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek undir það með öðrum að það er skemmtileg tilbreyting að fá að koma hingað í borgir í Grafarvogi og eiga hér borgarstjórnarfund og með óvenjulega með sem mörgum áhorfendum með það sem gengur og gerist. En ég ætla að tjá mig þessa tillögu, mjög góð tillaga og ítreka það sem Halldór Halldórsson borgarfulltrúi sagði hér áðan að tillagan hefur í rauninni verið samþykkt. Hún var tekin fyrir í íþrótt- og tómstundaráði fyrir nokkrum árum, þremur árum ég held, og þá var íþrótt- og tómstundaráð undir forystu Evu Einarsdóttur sem núna var borgarfulltrúi Bjartar framtíðar og var það borgarfulltrúi Besta flokksins eða Bjartar framtíðar, hvernig sem það var. Þannig að þarna erum við að tala samflokksmann Björns Blöndals, borgarfulltrúa, og þess vegna kom mér pínlítið óvart að Björn Blöndal borgarfulltrúi skyldi koma hingað upp og svona í einhvers konar vörn kannski vegna þess að við vitum að það er ekki nógu vel staðið að hreinsunarmálum í borginni. Við fáum mjög miklar kvartanir það núna að borgin sé illa þrifin. Við fáum að vissulega, þetta er reynda sá árstími þar sem við fáum flestar slíkar kvartanir þegar að borgin kemur undan vetri og við vitum öll að þetta er ekki gert á einu degi, það tekur tíma vissulega að hreinsa til í borginni og þessari tillögu var nú alltaf að styðja við það góða hreinsunarstarf sem borgin stendur fyrir og eins og ég sagði, hún var flutt í íþrótt- og tómstundaráð borgarinnar fyrir nokkrum árum þar sem hún var samþykkt einróma af það sem samflokksmaður Björns Blöndals borgarfulltrúa var í fórystu. Þannig að ég ætla að vona að hann sé ekki einhvern veginn á móti tillögunni en hann hnaut þetta orð þetta gegn greiðslu og ég vil bara ítreka það sem kom reyndar ágætlega fram í máli Halldórs Halldórssonar borgarfulltrúa að þarna er ekki það að ræða að með samþykkt þessari tillögu séu við eitthvað að hvetja til þess að fólk hætti að þrífa upp rusl af eigin hvötum, alls ekki. Við að sjálfsögðu allir flokkar í borgarstjórn hljóta að styðja borgaralega ábyrgð og hljóta að styðja það að helst enginn hendi rusli og fólk taki þátt í að þrífa upp rusl jafnvel eftir náungan. Og við höfum nokkur sem rættaði borgarstjórn og við sjálfstæðismenn höfum til að tala fyrir því að það verði að það ákvæði lögreglustann Reykjavíkur að það megi sekta fólk fyrir að fleygja rusli, það ákvæði verði beinlínis virkjað því að það er gert víða erlendis með góðum árangri. Auðvitað þarf að fylgja þessu eftir og dæmisagan sem borgarfulltrúinn kom með mann sem heitti sígarettupakka. Þarna
það eru alltaf ekkurir sem fara ekki eftir reglum og þá eru þetta besta leiðin að sekta þá eða henda rusli. En þetta atriði til okkar, að tala greiðslu, þessu var með engu móti ætlað að draga úr borgarlegri ábyrgð eða letja alþýðu manna til þess að hreinsa uppbyttis eða hreinsa rusli yfirleitt. Þetta verður auðvitað sambland alltaf af mörgum kostum og mörgum úrræðum og þessi hugmynd í tillögunni það verið samið íþrótta- og æskulýðsfélög hreinsun og opnun gegn greiðslu. Þetta hugmynd sem við fáum úr öðrum sveitafélögum. Í öðrum sveitafélögum þar tíðkast og hefur tíðkast í mörg ár að kannski sérstaklega á vorin að því að hreinsunarstörfin eru mest á vorin þá sé samið við einstakar deildir að flokka í slíkum félögum til að taka eitthvað slík verk að sér gegn það okkur greiðslu. Þarna vitum við í þessum félögum alltaf okkur krakkar sem eru að safna fyrir keppnisferðalagi og með einhverju sanngjarnri greiðslu þá væri hægt að laða slík félög til samstarfs. En auðvitað munum við eftir sem áður hvetja alla til þess að sýna af sér almenna þrífa semi. Þannig að ég hvet bara til þess að þessari tillögu er veltekið. Henni var reynda veltekið fyrir nokkrum árum þegar hún var samþykkt en það varð ekkert úr framkvæmdum eftir sem ég kemst næst. Þannig að við ákváðum að því að það hefur verið mikið rætt þrif í borginni á undanförnum að minna á þessa góðu tillögu okkar með því að flytja hana aftur og ég vona að það verði meira gert í henni núna heldur en var fyrir nokkrum árum. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, viltu koma inn núna? Þá er hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir þessar umræður og áhugann á þrifum og góðri umgengni sem ég held við deilum öll í borgarstjórn. Fyrir dyrum núna hin árlegu vorþrif sem hafa verið kynnt í borgarráði og umhverfis- og skipulagsráði. Mér finnst góð hugmynd að virkja sem flesta inn í það eins og raunar báðar tvær fyrstu tillögurnar á fundunum bera með sér. Það er að mörg að hyggja í þessu en ég held að samstaða og samvinna og sameiginlegt átak sé það sem að blífur. Við eigum borgina saman, við göngum hana saman og við eigum að þrífa hana saman. Umræðan minnir stundum á af hverju kemur mamma ekki og þrífur eftir okkur umræðuna sem að er svona klassísk á heimilum en þannig á það auðvitað ekki að vera og ég tek eftir því að það eru fleiri og fleiri sem eru tilbúinir til að lyfta upp hanska fyrir Reykjavík í þessu. Korpúl voru nefndir hér og þeir eru frábært dæmi. Ég fekk með þess að grípa í kúst með þeim í síðustu viku þegar þeir voru að þrífa og fólk taldi það ekki eftir sér að ganga hér grendina jafnvel þó að þurfi að styðjast við göngugrind í sínu daglega lífi og eldri borgarar í Grafarvogi eru frábærar fyrirmyndir að þessu leyti því að þetta var ekki eitthvað áhlaup eitt ár heldur hafa þau sinnt þessu verkefni árum saman. Þannig að borgarar fær þetta til skoðana núna, við skulum finna bestu leiðirnar í þessu. Ég staldra aðeins við það hvort að ég að greiða fyrir það að ganga vel og þrífa eða hvort að við að líta á þetta sem samfélagslega skyldu og verkefni sem við öll að sinna alltaf. Takk. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, góðir gestir. Ég held að við séum öll sammála það að það þarf að finna leiðir til þess að virkja okkur öll þess að ganga betur borgina. Borgin er skítug eftir veturinn og það þarf einhverja fleiri leiðir heldur en eingöngu það að það sé séð þrif á vegum borgarinnar sjálfrar. Fólk þarf að ganga betur það er miklu fleira fólk sem að núna gengur borgina heldur en nokkuð tímann áður. Ferðamenn eru það margir og þeim mjög oft ofbýður ruslið og ferðamenn sem að ég hef rætt við og Íslendingar sem að búa erlendis sem að koma hingað til borgarinnar finnst hún einstaklega skítug og ég held í rauninni að það sem að fólk tekur kannski líka einna mest eftir þessa dagana fyrir utan ruslið
að það allur þessi sandur á gangstéttunum og við vitum það að það verður ekki búið að sópa hann í burtu fyrir en jafnvel í byrjun júní. Það kom skýrt fram í máli Halldórs Halldórssonar borgarfulltrúa hér áðan að það þurfi að finna fleiri leiðir til þess að þrífa borgina og það gæti verið góð blanda, þar að segja fjáröflun og sjálfboðaliðastarf. Þannig hann var í sjálfu sér ekki að útiloka eitt eða neitt. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi benti líka á það að þetta væri yfirleitt verk sem að þyrfti kannski mest að ganga í á vorin og þá í rauninni eins og til dæmis unglingarnir ennþá í skólanum. Þannig að þetta geti verið leið til þess að fá íþróttafélögin til þess að aðstoða borgina ef það ekki mannafli til þess að þrífa borgina eftir veturinn. En ég held hins vegar að það sem við verðum að gera og það sem mun á endanum skil okkur mest auðvitað það að við þurfum að efla umhverfisvitund borgarbúa og fólks bara sem að ferðast hér í borginu og í borginni að það ekkert opaslega smart að vera að henda rusli. Og við þurfum líka að passa upp á það að tunnurnar séu ekki fullar þannig að það sé hægt að setja rusl í þær og ég veit auðvitað að það eru tæmdar mjög reglulega tunnurnar en það opaslegur fjöldi sem til dæmis í miðborginni hverju sinni og tillagan í rauninni sem næst á dagskrá að efla í rauninni þetta samstarf við skólana. Ég held í rauninni mér líst vel á það sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal sagði hér áðan varðandi grænan apríl sem hefur verið verkefni sem hefur verið prófað að það eitthvað svona sem við þurfum að gera. Eflaust munum við ræða þetta betur í borgarráði því að mér heyrist að þessari tillögu verði vísað þangað að meiri hlutanum að minnsta kosti. En það þetta, við þurfum að virkja alla. Og við þurfum að finna hvaða leiðir við getum gert til þess að fólk átti sig á að það ekki boði að ganga illa borgina. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið. Við göngum til atkvæða það málsmeðferðartillögu að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við göngum til annars liðar